Tvíburi góður, komið sælir kæri tvíburar. Þá komið að spilunum ykkar. Við tökum hérna tvíbura vog og vassbera í einni bunu en með bili á milli. Við byrjum á þér kæri tvíburi. Fyrst ætla ég að taka hérna spil fyrir þig sem að sýnir svona orkuna sem er komið inn til þín í byrjun júlí. Þá skulum við sjá. Tvíburi góður, þú færð hérna haglél. Það er ekkert annað. Ekki alveg ljúfasta orka sem hægt er að fá. Heldur táknar þessi orka svo litla svona hörku eða aggressjón. Og ef þið vill að fást við eitthvað sem að svona orka tvímælis sem að getur verið eins og haglélið, vatn sem er ljúft og flæðandi þegar það er ekki frosið. En þegar það er frosið getur það orðið að bara hættulegu vopni. Það sem er líka með haglélið, þetta er svolítið forvitnilegt element og kemur oft eins og þruma úr heiðskírulofti. Þannig að þetta er svolítið svona orka sem þarf kannski að vera varðbergi fyrir svolítið byrjun júlí. En engin ástæðlega örvæntasamt kæri tvíburi, þú eru örugglega tekist á við þessu orku áður. Við skulum sjá það sem er kjarni málsins hjá þér þessa dagana kæri tvíburi. Það er þessi fallega eldorka. Kraftur, styrkur, sköpun og hérna svona innri eldur, ástríður getur við sagt. Þetta getur verið manneski í þínu lífi líka sem býr við þessum eiginleika sem að lífið þitt snýst svolítið í augnablikinu. Ef þið vill ertu skotin eða ef þið vill þetta bara manneskja sem þarf að vera að halda akkurat núna. En annars er þetta svona bara þinn innri kraftur þessa dagana. Hann er svolítið að fá að njóta sín. Það sem hjálpar eða hindrar varðandi þetta tvíburar góðir eða tvíburi góður. Það er orka sem er líka kröftug. Hún er hérna, sýnir sig í trompinu sem heitir veraldin. Þessi orka táknar bæði byrjun og endi, það að ljúka einhverju verkefni, klára áfanga, komast á áfangastað og í leiðinni táknar hún líka ferðalagið sjálft. Þannig að þú ert kannski að klára einhvern kafla í þínu lífi sem að hefur verið, gæti verið langur og strangur og hefur krafist þess að þú settir orkuna þína bara í full swing, eins og ég segi. Ég held að þessi orka sé svo sannarlega að hjálpa þér hvað varðar það sem þú ert að gera, að takast á við. Og þú mátt vera stoltur af þínum afrekum hingað til. Kæri tvíburi, hér höfum við það sem er alveg augljóst, það sem aðrir sjá þegar þeir líta á það sem þú ert að gera. Það er það að þú ert að gefa af þér sjálfum, þú ert hjálpfús og ert til staðar fyrir aðra, enda hefurðu nægan styrk fyrir þig sem er nauðsynlegt að hafa þegar maður er að hjálpa öðrum. Þannig að þú virðist vera full frískur og hafa nóg að gefa. Það gæti verið fjármunir eða tími eða orka. Það er það sem aðrir sjá allavega og það sem er augljóst að er til staðar hjá þér þessa stundina og þú gætir verið akkurat að vinna við einhvers konar aðstoð. Þú gætir líka verið að fá aðstoð frá öðrum og ert að þiggja hana með þökkum, er þakkláttur fyrir allt sem þú færð. Þannig að það er svona jafnt flæði af þeirri orku í gangi í lífinu og þannig viljum við hafa það. Við viljum hafa jafnt flæði af hvers konar orku. Og þegar við
þiggjum þá gefum við líka tilbaka þó það sé í einhverju annari mynd. Það sem undir niðri, kæri tvíburi, og þú ef til vill ert ekki að sjá eða átta þig á, það þessi svolítið dulda orka einbúans. Hann að leita svara, hann að leita sannleikans, hann dregur sig í hlé, hann vitur, skarpgreindur, hann svolítið Gandalf fyrir þá sem hann þekkja. Undir niðri þessi orka í gangi. Það getur verið manneskja í þínu lífi sem að svona spila þetta hlutverk, eða að þú ert í þessu hlutverki sjálfur, kæri tvíburi, að leita að einhverju sem að þér mikilvægt. Og með því að vera leitandi og vera með ljósið uppi við, þá ertu líka ljósberi og viti fyrir aðra. Þannig að þín leit skilar árangri og aðrir sjá ljósið þitt, en þú ert ef til vill ekkert alltaf að átta þig á þessu. Þetta gæti líka verið einhver sem að koma með þessu orku inn í lífið þitt, að vera þér einhvers konar leiðbeinandi eða vera þér til aðstoðar að finna svör við einhverju. Gæti komið í formi ráðgjafa eða eitthvað sem að þú ert að kynna þér eða lesa. Þannig að þetta eiginlega svona fjársjóður sem að hjá þér, sem þú átt kannski eftir að opna og nýta þér betur. Og þá það aðdragandinn að þessu sem þú ert að fást við, það sem búið að gerast. Það tengist sterklega fortíðinni, það hálfgerð svona nostalgía í þessu spili. Það að segja að hugurinn hvarflar aftur til fortíðar þegar hlutirnir voru einfaldir, þegar hlutirnir voru skýrir, fullir af kærleika, fullir af vináttu, þegar að kannski brauðstriti var ekki eins mikið eins og það í dag. Þegar það var mjög auðvelt að gefa og þiggja ást og hvers konar tilfinningar, og spili sýnir jú 2 börn á misjöfnum aldri vera að gefa hvert öðru og þiggja af hvert öðru. Fortíðarorkan í fortíðinni sem jákvætt í sjálfu sér, því það þar sem hún á að vera. Þetta gæti verið manneskju fortíðinni líka sem að koma upp í þínu lífi akkurat núna á einhvern jákvæðan hátt, en svo gæti þetta líka verið að þú sért að fara að fást aftur við hluti sem að þú varst einhvern tímann hættur að fást við, kæri tvíburi, en nú einhvern veginn löngunin að koma aftur upp. Þetta gæti verið í formi þess að horfa á gamlar kvikmyndir, hlusta á sömu tónlist þú gerðir þegar þú varst yngri, fara að heimsækja sömu staði, eða hitta gamlan vinahóp. Það falleg og þessi falleg orka og þessi orka í jafnvægi. Þannig að ekkert nema gott það að segja. Þetta getur líka verið söknuður og sorg, en þá á svona ljúfan hátt sem ekki dregur þig niður. En það sem að koma til þín, kæri tvíburi, þú ert að fara inn í andlegt tímabil þar sem að andleg þekking, andleg viska á eftir að skipta þig miklu máli, gæti tengst viskuleitinni sem ég talaði áðan. Þú ert að fara inn í það að nýta betur andleg og hæfileikana þína, þeir geta verið margs konar. Þú gæti verið að fara inn í einhvers konar einveru eða tímabil þar sem að þú ert ekki jafn mikið að tjá þig eða leita að öðrum til að umgangast, þar sem þú kannt vel við þig bara einn með sjálfu þér. Nú líka getur verið einhvers konar leyndarmál framundan sem á eftir að koma í ljós, sem að þetta spil býr vissulega yfir, og þetta getur verið einhvers konar þekking sem þú átt eftir að afla þér. Leyndardómsfull manneskja sem þú átt eftir að kynnast betur. Það að segja orkan sem hún varpar fram akkurat núna
lokar á samskipti ykkar en á eftir seinna meir að opnast og þú átt eftir að kynnast betur. Já, þetta mánagyðjan Díana sem við sjáum hér á spilinu. Þannig að eitthvað gæti verið að gerast í kringum næsta fulla tungl eða næsta nýja tungl. Þú mátt hafa það í huga, kæri tvíburi. En ekkert nema gott þetta að segja, falleg og ljúf orka. Þá færðu hérna að lokum heilunarspil. Spil sem að þú vonandi getur nýtt þér á einhvern hátt. Þannig verið að tala að horfast í augu við sjálfan sig. Það ákveðin grámi yfir þessu spili. Sem kannski vísbending hvernig þú sérð sjálfa þig. Hér stendur hafðu hugrekki til að horfa í spegil, komdu úr felum, taktu grímuna niður, láttu þig varða hvernig þér líður, hættu að halda aftur að þér eða halda aftur af flæðinu, búðu þér til öruggt svæði og vertu hreinskilin. Hreinskilni og það að sjá hlutina eins og þeir eru. Það eru skilaboðin sem koma með þessu heilunarspili. Þetta eitthvað sem þú þarft á að halda núna. Og ef þú sér sjálfa þig í gráma, reyndu þá að breyta því viðhorfi, því að þú ert ákaflega litríkur karakter. Kæri tvíburi, eins og við erum öll. Við erum bara ekki alltaf að taka eftir því þó aðrir sjá það. Án þess að þú eigir eitthvað að upphefja sjálfa þig, reyndu að horfa á hlutina með raunsæisaugum næstu daga. Það eiginlega svolítið það sem að koma hérna til því. Og hafðu tilfinningarnar þínar, taktu mark á tilfinningunum þín, vil ég segja. Ok, kæri tvíburi, þá þetta komið fyrir þig, vogin næst. Ég óska þér allsins besta, ljós og kærleikur. Komið sælar, elsku kæru vogir. Spilin fyrir vogina koma hér og á eftir þér, kæra vog, kemur svo lestur fyrir vatnsberann. Fyrsta spilið, kæra vog, sem kemur inn fyrir júlí-byrjun, það þessi orka hér. Erosion á ensku sem að gæti útlagst bara eyðing eða eitthvað sem að máist af, þurrkast út. Ertu búin að vera þreytt, kæra vog? Hér verið að tala eitthvað sem gerist á löngum tíma. Þetta svona orka sem að gerir menn þreytta, menn og konur. Orkan sem að svona sígur svolítið úr manni kraftinn. Og þetta líka orka sem að skilur eftir sig spor. Þannig að ef þú ert að fást við erfiða hluti, kæra vog, þá getur verið orðin svolítið þreyttur eða lúin bara á verkefnunum þínum. Og ef þið vill þannig að það sé farið að sjást á þér. Kannski kominn tími til að hvíla sig aðeins. Eða finna sér eitthvað nýtt. Við skulum sjá. Fyrsta spilið, kæra vog, það kemur hér og táknar svona kjarna málsins í því sem að þú ert að fást við. Það ákveðin óvissa, kæra vog. Það eitthvað óvissu ástand uppi. Hræðsla við að taka næsta skref. Og ef til vill sérðu ekki alveg hvernig hlutinni munu þróast. Það ákveðin myrkur. Tunglið lýsir bara að hluta til upp hlutina. Það sólin sem að þarf að koma til að þú sjáir hvernig allir hlutinir eru.
hún reyndar næsta spil í röðinni á eftir tunglinu. Þannig að þetta ástand tímabundið og kannski þarftu bara aðeins að þreyja þorrann eins og við segjum, bíða þangað til þetta ástand líður hjá, því að birtan mun koma, sólin mun lýsa upp það sem þú þarft að sjá. Ok, tunglið ráðleggur okkur í raun og veru að bíða átekta vegna þess að meðan að þessi orka í gangi og meðan við sjáum ekki hvað að gerast, þetta eins og að vera í þoku, þá borgar sig ekki að vera að taka neinar afdrifaríkar ákvarðanir. Bara safna kjarki, safna þori til að taka síðan næsta skref þegar sólin hinum yfir tjaldið. Ok, það sem hjálpar eða hindrar þig í þessu ferli, kæra vog, það greinilega eitthvað tímabil sem núna sem betur fer að verða búið. Sko, það sem ég fæ hérna að sumar ykkar allavega, kæru vogir, svo ég tala nú bara íslensku, gjörsamlega búnar á því. Einhverjar ykkar bara í þörfinni að komast í sumarfrí. En mér finnst þetta hjá sumum ykkar vera dálítið mikið meira en það. Þetta eiginlega endurinn á mjög löngu erfiðu tímabili og sólin hérna við sjóndeildarhringinn og mun koma upp, í raun og veru að byrja að koma upp. Þannig að þið þurfið sýna hugrekki og eins og ég sagði áðan svona safna kjarki og þori, þessi spil eru svolítið í takt við hvert annað og þetta getur vissulega staðið ykkur fyrir þrifum. Hvernig þetta getur hjálpað ykkur, þetta kannski hjálpar ykkur að sjá svolítið hlutina eins og þeir í raun og veru og ef ástandið á okkur svona, kæru vogir, þá eitthvað í ójafnvægi í ykkar lífi sem að þið mættuð skoða betur. Ok, það sem sést vel og kristaltært og uppi við í ykkar lífi, kæru vog, það spil sem svona líka í takt við þetta. Ég finn svolítið til með ykkur núna, en allt í lagi, þið komist yfir þetta. Hér höfum við spil sem táknar þungar byrðar og mikið að vera og það færast of mikið í fang. Þessi orka geysilega sterk. Þetta eiginlega hámark eldsorkunar í stokknum, 10 í stöfum. Þannig að þið að burðast með dálítið mikið og þið eins og þið sjáið verslingsmanneskjana á spilinu. Hún að halda svolítið óhöndulega á þessu í staðinn fyrir að setja þetta kannski og halda á þessu á öxlinni eða draga þetta á eftir sér, þá hún með þetta fyrir framan sig sem að segja mér að þetta kannski verkefni sem hún á ennþá eftir að klára og það bara dálítið hefi hérna í gangi. Og ég segi bara aftur, kæru vogir, að hérna skoðið þið bara aðstæðurnar í ykkar lífi og hvað að draga úr ykkur mátt. Ok, það sem þið ef til ekki að sjá eða átt ykkur á hérna undir niðri og það hjálp og aðstoð. Ok, mikið ég fegin að sjá þetta spil. Aðstoðin til staðar ef þið viljið hana, en þið þurfið þá að biðja hana. Það sem ég veit varðandi andlega leiðbeinendur, engla, hjálpendur, hvað sem ég kalli það, þeir eru alltaf til staðar fyrir ykkur, en þið þurfið að biðja hjálpina. Þeir stíga ekki inn sjálfkrafa. Hafið það í huga. Og kannski fólk í kringum ykkur, í ykkar lífi, sem boðið og búið að aðstoða, en það les ekki hugsanir og þið þurfið til bara að biðja hjálp. Þetta getur verið fjárhagsleg aðstoð, tímabundin fjárhagsleg aðstoð. Þetta gæti líka verið þessi aðstoð sem ég talaði hérna til að reyna að klára verkefnin. Vegna þess að það greinilega ójafnvægi í lífi ykkar sem þarf að taka á, það þarf að komast á meira jafnvægi í lífið.
Ok, aðdragandinn að þessari stöðu, það sem í fortíðinni, kemur hér og það greinilega mikil vinna. Þið eru ekki búin að uppskera árangur erfiðis ykkar, við getum sagt sér svo. Þið hafið uppskorið hérna eina mynd af 7. Það sem þið eru búin að vera að planta miklu meira heldur en það sem þið hafið fengið tilbaka. Kannski þetta spurning þolinmæði, kannski þetta spurning að hvíla sig tímabundið og halda síðan áfram, safna kröftum. En auðvitað lögðu þið bara dálítið mikið í þetta mál, hvað sem þetta og áttuðu ykkur ekki alveg á því að þið kannski myndu ekki fá útborgunina alveg strax. Ég veit ekki hvað þetta gæti verið svo sem peningar. Þið hafið lagt ákveðna fjármuni í verkefni sem ekki að skila ykkur arði. Þið hafið lánað peningar sem þið eru ekki að fá tilbaka. Eða þið eru eins og maðurinn að planta einhverju, hafi kannski plantað 7 kartöflubeðum en bara 1 beðið tilbúið. Svona sem myndlíking, en þið veitir hvað þetta Ok, þetta það sem þið eruð að koma, þið eru greinilega að koma úr mikilli vinnu og svolítið pressu líka. Það sem framundan, það sem kemur til ykkar á næstunni, ok, ég mjög glöð að sjá þetta spil líka, þetta aukinn kraftur. Þarna höfum við drottninguna í stöðum, hún full af veldi, full af krafti, hún ástríðu full líka, til í hluti og alltaf til í að ráðleggja og hjálpa. Þetta gæti verið manneskja sem kemur inn í líf ykkar og gæti verið kona eins og drottningin segir til eldsmerki ef til vill, ljón, bogamaður eða hrútur, þarf ekki að vera. Gæti verið manneskja sem bara kemur á ögurstundu og aðstoðar ykkur með það sem í gangi. Þessi verkefni sem ég búin að vera að tala hérna, þetta geta líka verið bara andlegs eðlis eða það að þið berið andlegar byrðar eða ykkur líður ekki vel. Þetta þarf ekki endilega að vera efnisleg verkefni. Þessi kona, hversum hún allavega, hvað ég að segja, góðu vinur í stríði, gott að eiga hana hún úrræðagóð og getur svolítið dregið þig áfram ef þú þarft á því að halda, kæra vog, vegna þess að hún hefur oft bara kraft fyrir 2 þegar hún í essinu sínu. Hún getur hjálpað þér að planta og uppskera líka. Flott kona, flott manneskja, það eftir henni tekið, það gustar dálítið af henni og hún algjörlega óhrædd við að vera hún sjálf. Það hennar mesti kostur. Þannig að ef ég væri þú, kæra vog, og væri að fá þessa manneskjun í líf mitt, þá myndi ég bara segja gætt hennar vel. Ok, kæra vog, þetta sem sagt lítur betur út framundan, sem betur fer. Ég bara smá þreytt eftir þetta. Heilunarspilið sem þið fáið hérna. Ok. Það spil sem bendir til blekkinga. Það að segja, þú þarft að vera vakandi fyrir því að láta ekki blekkjast. Kveiktu á sannleiksmælinum þínum sem innra með þér. Ef þú ert ekki viss, náðu þér þá í betri og meiri upplýsingar. Munið hvað ég sagði hérna í byrjun með tunglið. Ef þið eru ekki viss, ekki gera neitt þá og meðan. Ekki fyrir þokunni léttir. Það sem þið vitið ekki, það sem handan við slæðuna, handan við hornið, það gæti orðið ykkar nýr raunveruleiki og hér einhvers konar vera sem að reyna að tæla ykkur áfram með rós, sýnist mér. Þannig að þetta spurning að láta ekki blekkjast af einhverjum fagurgala eða að spandera öllum peningunum ykkar í einhvers konar lottó
eitthvað þar sem lofaðir öllu fögru. Þið sjáuð ekki ennþá hvað er framundan, haldið bara fast í það sem af ykkur finnst vera rétt, eins og hér stendur í móralinn ykkar, það er að segja siðferðið. Haldið fast í ykkar siðferði og látið ekki blekkjast af einhverjum fagurgala. Ef til vill er það sem þið eru að bíða eftir, þið eru að bíða eftir að sjá hvað kemur út úr því sem þið völduð. Það er smá aðvörun í þessu spili sem sagt. En með góðri aðstoð, kæru vog, þá komist ég í gegnum þetta og fram hjá þessu horni hérna sem er framundan án þess að láta draga ykkur í einhverju vitleysu. Ég hef sterkan grun að þetta sé manneskja hér sem að muni leið ykkur í gegnum þetta völundarhús, ef svo má segja. Ok, kæra vog, þetta fer allt vel. Gangi ykkur sem allra best, ljós og kærleikur til ykkar. Komið sælir kæru Vatnsberar, þá er komið að spilunum ykkar. Vatnsberi góður, fyrsta spili sem að ég tek fyrir þig er svona varðandi orkuna í byrjun júlí sem að þú ert að fara að takast á við og hér kemur hún. Það er orka sem að heitir steingervingur. Ok, hér er eitthvað sem að er að koma inn í lífið þitt sem að eftir að setja mark sitt bókstaflega á þig eða þitt líf, skilja eftir spor. Það getur verið til góðs eða erfið spor, það fyrir eftir hvað er í gangi. Þetta steingervingar náttúrulega er eitthvað sem er geymt og geymist og varðveitist, þannig að varðveitingar orka, skulum við segja, er að koma inn, eitthvað sem þú ert eftir að geyma með þér og eitthvað sem þú eftir að endast lengi. Ok, við skulum sjá hvað er í gangi. Kjarni málsins, kæri Vatnsberi. Kjarnin er sá að hér er hvíld og heilun uppi við. Þú ert ef til vill að hvíla þig eftir erfiða tíma. Kannski þarft á hvíldinni að halda. Þetta spil, ef þetta er leiðbeining til því. En kjarni málsins er sá að það er allavega tími fyrir hvíld akkurat núna. Það er tími fyrir að hugsa líkama og sál, gefa þig tíma til að kúpla þig út frá hlutum og draga þig svolítið í hlé. Hvað er að hjálpa eða hindra í þessu ferli? Nú, það sem hjálpar þér er að fólk er að veita þér aðstoð, fólk er að hrósa þér, fólk er að veita þér viðurkenningu og þú ert að vinna góða samvinnu með öðrum. Þú ert mjög fær á þínu sviði, kæri Vatnsberi, hvaða nú er sem þú ert að taka þig fyrir hendur. Og það eru margir sem dást að þér og þú ert eiginlega í essinu þínu þegar þú getur unnið í samstarfi með öðrum í litlum hópum. Þar skaparðu mestu meistaraverkin þín. Þannig að það er að koma hérna inn á jákvæðan hátt og hjálpa þér að ná því að slaka þig niður og hvíla þig og ná heilun, djúpri góðri heilun fyrir þig. Það sem er augljóst, það sem er uppi við og sérst vel, kæri Vatnsberi. Það er þessi konungsorka, þetta er orka loftsins, þetta er orka orðana. Þessi kóngur gæti verið ræðumaður, fyrirlesari, hann gæti verið kennari, prestur, arkitekt, læknir. Þetta er einhver sem notar orð sín, hvað sem eru skrifuð eða töluð til góðs. Ef til vill ert þú þessi einstaklingur, kæri Vatnsberi,
Ef til vill þetta maður eða manneskja sem hefur komið inn í lífið þitt til að aðstoða þig. Hvort heldur sem þá þetta áberandi akkurat núna. Þetta sem sagt orkan þín, loftorkan, sem er í hámarki. Og það ef til vill líka tengi aftur inn á það að það komið tími fyrir hvíld. Undir niðri eitthvað í gangi sem að þú ef til vill ert ekki búin að sjá eða átta þig á. Og það hérna þessi fallega orka sem táknar fögnuð. Það tími til að fagna. Það tími til að halda upp á eitthvað, skála eða gleðjast í góðra vina hópi, fagna með fjölskyldunni, gera eitthvað til marks og sýna þakklæti einhverju sem í gangi í þínu lífi. Þetta gæti verið einhver tímamót, kannski einu verki lokið, þess vegna aftur kemur inn þessi hvíld. Þannig að þetta partur af því að heila og hvíla. Fallegt spil og létt og glöð orka í gangi hérna. Undanfarin að þessu, kæri Vatnsberi, það sem búið, það þessi kröftuga drottningar orka hérna. Drottningin í stöfum þekkt fyrir að vera full af ástríðum, full af eldi. Þetta gæti verið manneskja í eldsmerki. Ljónsmerkinu sérstaklega þarf ekki að vera samt. Þetta gæti verið partur af þinni orku eða manneskja sem hefur verið til staðar fyrir þig eða þú hefur verið að vinna með. Þetta allavega hluti af því hvers vegna staðan eins og hún í dag. Og einhver drifkraftur sem hefur verið í gangi. Og kannski þetta manneskja sem að þú ættir að fagna með. Tilheyrir hérna þessum góðra vina hópi sem ég var að tala Ok. Það sem framundan og þú ert að fara sem sagt í þessa átt. Það töframaðurinn sjálfur. Töframaðurinn, hann manifestar, svo ég tali nú slæma íslensku, efnisgerir. Hann efnisgerir hluti, hann tekur hugmyndir og gerir þær að veruleika, setur þær í efnið, það hans hlutverk. Hann líka snillingur í samskiptum, sem sagt, hann tengiliðurinn á milli himins og jarðar í raun og veru. Það það sem svona hans element. Hann með öll elementin hérna með sér. Jörð, eld, loft og vatn og getur gert í raun og veru það sem honum sýnist. Hann oft kennari og fyrirmynd og sýnir öðrum hvernig á að gera hlutina. Ekki það að þetta sé endilega manneskja því að þetta spil tropp þó að þetta sýnir vissulega mannesku. En þetta orkan sem þú ert að fara inn í, kæri Vatnsberi. Þetta orka efnisgerðar, segir maður það? Efnisgerðar, já, efnisgerðar. Þetta allavega táknum það að þú ert að fara að búa til það sem að þú ert búin að vera að vinna að. Og auðvitað það verkefnið í samvinnu við þennan einstakling. Þetta gæti til dæmis verið bók sem að koma út. Þetta gæti verið fyrirlestur sem á leiðinni, sem þú ert að fara að flytja. Teikningar sem orðnar af steypu, skulum við segja. Þið skiljið hvað ég á við. Samskipti, jákvæð, upplífgandi, upplýsandi eru líka hér. Þannig að framundan afskaplega jákvæð og flott orka og sýnir þig sem svolítið sterkan aðila. Þannig að farðu bara endilega, kæri Vatnsberi, að tjá þig, gera hugmyndir að veruleika og taka þátt í því að
að skapa og gera hluti. En ekki gleyma samt að hvíla þig áður en þú fer að takast á við þetta. Því að þetta framundan. Ok, kæri vatnsberi, þá það að lokum hérna heilunarspil sem allir fá. Ok, þú fær spil sem að heitir í raun og veru andleg skurðaðgerð. Dálítið spes. Þetta sem sagt djúp heilun, orkuheilun fyrir líkamann. Já, akkurat það sem ég var að tala Losa stíflur og sársauka. Hvíla sig og leyfa heiluna eiga sér stað. Vá. Sjálfsheilun og stuðningur fyrir líkamann. Kæri vatnsberi, þetta bara akkurat staðfesting á öllu sem búið að koma hérna fram og greinilega mikil þörf á þessu. Farðu vel með þig, kæri vatnsberi, bæði á líkama og sál, hvíla þig og draga til þín orku úr einhverju sem þar sem þú getur slakað á og notið þín og farðu svo inn í þetta spennandi, skemmtilega tímabil fullur af nýjum þrótti. Ég óska þér alls hins besta, kæri vatnsberi, ljós og kærleikur.